Þau gleðilegu tíðindi áttu sér stað núna í haust að fyrstu nýrnaígræðslur frá látnum gjöfum á Íslandi og frá Íslendingum áttu sér stað. Íslendingar hafa gefið úr sér nýru og önnur líffæri og Íslendingar hafa verið mjög gjafmildir. Þessi líffæri hafa farið og verið tekin af Svíum og farið til Svíþjóðar og við höfum raunar fengið í gegnum Svíþjóð og Skandia transplant eitthvað þessum líffærum tilbaka en við höfum gefið miklu meira heldur en við höfum nokkuð tíma þurft á að halda. Núna var það þannig að Svíarnir komu og tóku þessi líffæri en þeir skildu eftir nýru þannig að við gátum grætt þau í Íslendinga. Áður fyrir þá var það þannig að þeir tóku líffærin og fóru með þau til Svíþjóðar, hringdu síðan til Íslands og segið heyrðu sendið Íslendingin út. Og þetta náttúrulega miklu dýrara að gera þetta þannig. Fyrsta nýraígræðslan var gerð 1970 og þá var það ung kona sem fekk nýra frá bróður sínum og það má geta þess að þetta nýra er enn í mjög vel virt 50 árin síðan. Fyrstu árin voru ekki gerðar margar ígræðslur og það voru eingöngu gerðar erlendis frá 2003, desember 2003, fyrir akkurat 16 árum, að þá hóf við að gera lifandi gjafaígræðslur hér á Landspítalanum og höfum síðan gert 115 slíkar aðgerðir. Flestir sjúklingar sem eru með lokastigs nýrnabilun, þeir myndu kjósa að fá ígrætt nýra þegar þeir eru komnir á þennan stað í ferlinu. Þetta náttúrulega mikil teymisvinna og þetta byrjar allt með því að undirbúa sjúklingana fyrir ígræðslu, nýrnaígræðslu og þar kemur sterkt inn skilunardeildin sem heldur fólki lifandi með því að gera annað blóðskilun eða kviðskilun og síðan þarf að flokka fólk, blóðflokka og vefjaflokka og blóðbankin hér sér það. Þegar líffærin eru tilbúin eða gefin þá þarf að fara á skurðstofuna og það þarf að vera skurðstofuteymi til staðar og tilbúið að koma með litlum fyrirvara og við höfum mjög gott skurðstofuteymi hér. Ígræðslur úr látnum gjöfum eru raunar einfaldari aðgerðir heldur en ígræðslur úr lifandi gjöfum því að þá sé alltaf svona spenna og maður vill gera sitt allra besta. Þá maður að vanda sig alveg sérstaklega vel þegar að taka líffæri úr lifandi fólki sem að raunar þarf ekki að fara í aðgerð. Það bara að gefa úr sér fyrir einhvern annan. Þannig það alltaf dálítið stress og það stærra teymi því að við erum bæði að taka líffærið úr einum einstaklingi og setja það í annan. Þannig að það þarf stærra teymi og 2 skurðstofur. Þetta mikil vinna og mikið álag fyrir alla þegar það gert. Það eru margir sem koma að þessu, mjög margir. Þetta ekki eins manns eða þetta teymisvinna, alveg eins og hann gerist best. Hlutverk mitt og annar skurðlækna sem að koma að þessum aðgerðum er margþætt. Það fyrst að lega ákveðin undirbúningur fyrir aðgerð. Það ýmis praktísk atriði sem þarf að huga að. Það getur verið allt frá því að aðstoða teymi sem kemur erlendis frá til þess að sækja líffæri úr látnum einstaklingi, aðstoða þá yfir það að flytja líffærið hingað þar sem á að nota það. Mitt hlutverk sem sérnámslæknis á skurðdeild fyrir þessar aðgerðir er í rauninni að sinna innskrift fyrir sjúklinga fyrir aðgerðir og skoða þá áhættuþætti sjúklinga fyrir aðgerðir. Sömuleiðis aðstoðum við í aðgerðinni sjálfri. Líffærið er undirbúið á skurðstofu eftir að sjúklingurinn hefur verið svæfður og þarf að gera ákveðna grunnvinnu þannig að nýra sé tilbúið í ígræðslu. Það er skoðað og hreinsað þannig að það sé að græða það í viðkomandi með sómasamlegum hætti og síðan er það sjálf skurðaðgerðin, ígræðsluaðgerðin þar sem að eftir að sjúklingurinn hefur verið svæfður og fengið nauðsynleg undirbúningslyf þá gerður skurður í grindarhol yfirleitt hægra megin, stundum vinstra megin og opnaði inn í kviðarholið, ekki farið inn í þarmana heldur utan við kviðarholið og æðarnar, stóru slagaðarnar og bláæðarnar til og frá fætinum eru frílaðar því að nýrað er saumað og grætt við æðarnar sem að næra fótinn og taka við blóði frá fætinum.
Venjulega heldur fólk kannski ef að það verið að skipta nýrað, það sé bara tekið gamla nýrað og skipt út og sett annað á sama stað, en það er ekki þannig. Þannig að gömlu nýrun sem eru vanalega ónýtt, þau eru látin vera. Og hins vegar nýja nýranu komið fyrir á nýjum stað, þar sem að tiltölulega þægilegt og gott aðgengi, niður í Grindarholi. Þar nýrað saumað fast, æðarnar slagað ígrænda nýrans, tengd við slagað í Grindarholi og bláað ígrænda nýrans saumuð við bláað niður í Grindarholi og síðan blóðinu hleypt á nýrað og staðfesta blóðflæðið í og úr nýranu sé gott og nýrað líti vel út. Og ef þetta allt saman lítur sómasamlega út, þá síðasti hluti aðgerðin að sauma þvagleiðarann í þvagblöðruna. Nýrað á ég að fara að framleiða þvag og þvagi þarf að komast í burtu og þvagi fer með nýrnaleiðaranum og hann saumaður fast við blöðruna sem liggur jú þarna við hliðina niður í Grindarholinu. Og síðan þegar þetta allt saman klárt, þá skurðsorðinu lokað og sjúklingurinn vakinn. Miðað við að hafa sjúklinga á skilunarmeðferð árum saman, þá eru nýrnaígræðslur miklu ódýrari ef til lengri tími litið og það svona sem kallað break-even point á ensku svona eftir ár eða svo, rúmt ár. Og svo má hún líka líta á hitt að sjúklingar sem eru ígræddir, þeim heilsast miklu betur heldur en þeir sem eru á skilunarmeðferð og flesti sjúklingar sem fá nýrnaígræði, þeir fara aftur að vinna og borga skatta og eru virkið þegnar meðan mikil minnihluti af þeim sem eru á skilunarmeðferð geta farið aftur að vinna og flestir eru ekki að vinna. Líffæraígræðslur eru svona eins og kvartmílubraut fyrir sjúkrahús. Þetta eru flókin verkefni og þetta snertir nær allar deildir sjúkrahússins. Og það að við skulum geta gert þetta í ekki stærra landi, ekki stærri umgjörð en raun ber vitni á öruggan máta, eru stórkostleg tíðindi og við getum öll verið mjög stolt af þessu. Upp úr aldamótum tek ég þátt í fyrstu nýrnaígræðslunni hér á Íslandi. Sem ungur læknir í grunnnámi og var svona að velta fyrir mig framtíðinni og hvað ég ætlaði að verða og hvað ég ætlaði að gera þegar ég vann hér á þvagfæraskurðdeildinni. Ég ætla ekki að segja það hafi orðið til þess að ég ákvað að vera þvagfæraskurðlæknir en strax þá vaknaði áhugi á þessum málum og þetta mjög skemmtileg tegund af læknisfræði af því að hún tekur á svo mörgum mismunandi þáttum læknisfræðinnar, allt frá skurðlækningum yfir í flókna lyflæknisfræði og lyfjameðferð. Það er rauninni bara mikil upplifun að fá að vera einn lítill partur, eitt lítið tannhjól í þessari stóru vél sem að þessar aðgerðir eru og sömuleiðis sjá bara hversu smurt þetta ferli frá upphafi til enda. Nýrnaígræðslur eru náttúrulega eina líffæraígræðslan sem gerð á Íslandi. Guðsjálf, það þarf ekki að gera margar hjartaígræðslur, lifrarígræðslur eða lungnaígræðslur. En þegar svo þörf kemur upp, það eru við sambandið Sahlgrenska sjúkrahúsið í Gautaborg sem hefur staðið sig mjög vel í þessum aðgerðum fyrir okkur og við erum búin að vera með langan samning við þá að gera þessar aðgerðir. Og nýrnaígræðslur eru algengasta líffæraígræðslan í heimi. Hér á Íslandi þurfa svona 15-20 manns að fá nýrnaígræðslu á ári og þetta vaxandi en ígræðsla frá öðrum líffærum, lifur, hjarta, lungu, það miklu sjaldnar hér á Íslandi, kannski 1, 2, upp í 5 kannski mest og það myndi ekki svara kostnaði eins og málin standa núna að reyna að setja upp lifrarígræðslur eða önnur líffæri á Íslandi. Nýrnabilun að aukast mikið á Íslandi eins og annar staðar og það af ýmsum ástæðum, til dæmis að þjóðin að eldast og nýrnasjúkdómar eru yfirleitt sjúkdómar eldra fólks. Sykursýki núna algengasta ástæða fyrir nýrnabilun, sykursýki 2 og svo háþrýstingur, það oft illa meðhöndlaður eða ómeðhöndlaður eða fólk veit ekki það með háan blóðþrýsting. Þannig að hár blóðþrýstingur líka mikil orsök nýrnabilunar. Ég fór til Bandaríkjanna 1983 fyrir löngu síðan og fór þá í sérnámi í almennum skurðlækningum
og tók þar 5 ár í almennum skurðlækningum, bætti síðan við mig 2 árum í undirsérgrein sem eru líffæraflutningar og líffæraskurðlækningar. Og eftir það var ég að vinna á spítalagi 2 ár, en síðan var ég svo heppinn að ég fekk það hlutverk að stofna og reka stóra ígræðsludeild á sjúkrahúsi rétt utan við Washingtonborg, höfuðborg Bandaríkjanna. Og það rak ég í 25 ár, langan tíma. En síðan kom ég heim á síðasta ári og hef raun að vera að koma aðeins í heimsóknir svona síðustu 10–15 árin til að hjálpa til við að gera þessa lifandi gjafa ígræðslur, og svo var ég fenginn til að koma heim og vildi koma heim á síðasta ári, og við vorum þá að plana og ýta þessu áfram, þessu verkefni að þessi látnigjafa ígræðslu sé gerðar á Íslandi. Að vissu leyti er það magnað að í þessu litla landi sé svona fjölbreyttur magnaður hópur sem getur framkvæmt þessar flóknu aðgerðir sem verið að gera hérna. Þú nærð valdið á einhverjum ákveðnu atriði, þú lærir að spila á fjandansfiðluna, klassíska músík, og þú ert farin að spila jazz áður en þú veist það. Ég er náttúrulega komið hér á Landspítalann, þá finnst mér að Landspítalinn ekki stærri stofnun þó en þetta, hvað þjónustan í raun og veru góð. Ég veit það eru biðlistar og ég hef heyrt umræðan í þjóðfélaginu dálítið, en mér finnst þjónusta við sjúklinga mjög góð og það er mjög fjölbreytileg þjónusta. Það er ekki sem að vantar algjörlega, og núna er mér svo komið nýrnaígræðsla fyrir látnum gjöfum. Þannig ég held að við getum mjög vel viðunað og ættum að vera ánægð og styðja við okkar heilbrigðiskerfi og Landspítalann.